Það nóg að gera þennan morgun. Börnin að fara í heimsókn í Alþingishúsið og hlakka mikið til. Það gaman að fara í ferð og skoða sig um. Jón og Ingibjörg eru alveg að verða komin í útifötin. Hefur þú komið áður í Alþingishúsið? Spyr Jón. Nei, segir Ingibjörg, en ég hef stundum séð það þegar ég fer í bæinn á 17. júní og svo í fréttunum í sjónvarpinu. Ég spennt að sjá hvernig inni í húsinu. Börnin eru komin á Austurvöll. Ragnhildur þingmaður tekur á móti þeim. Hún vinnur í Alþingishúsinu. Velkomin, segir hún. Vitið þið hvað þingmenn gera? Þeir tala og rífa stundum, segir Ingibjörg. Ég hef séð það í fréttunum. Já, segir Ragnhildur. Í Alþingishúsinu vinna 63 þingmenn sem tala einmitt mikið saman. Stundum eru ekki allir sammála en við reynum oftast að vinna saman til þess að búa til góðar reglur fyrir okkur sem búum á Íslandi. Eins og umferðarreglurnar, spyr Jón. Já, segir Ragnhildur, einmitt eins og umferðarreglurnar. Nú skulum við kíkja inn í Alþingishúsið, segir Ragnhildur og þau leggja af stað yfir Austurvöll. Þegar börnin koma upp að húsinu sjá þau myndir yfir sumum gluggunum. Á myndunum eru risi, naut, örn og dreki. Heldur þú að það sé risin í húsinu sem á þessi dýr? Spyr Ingibjörg kennarann sinn. Nei, segir kennarinn, þetta eru nú bara myndir til að skreyta húsið, eins og kórónan þarna á þakinu. En bíddu, segir Jón, mér sýnist drekinn vera að spúa eldi. Er hann þá lifandi? Spyr Ingibjörg og horfir spennt á drekann. Það væri gaman að hitta lifandi dreka því ég bara sé myndir af drekum í bók og stundum þegar ég fer í bíó. Allt í einu stekkur drekinn út í loftið, breiðir út vængina og svífur niður á gangstéttina til Jóns og Ingibjargar. Þau standa grafkyrr og stara á drekann sem starir á móti. Hin börnin eru komin langt á undan þeim. Hvað ert þú eiginlega að gera hér? Spyr Jón loks. Ég er landvættur, segir drekinn. Ég og vinir mínir 3, risinn, örninn og nautið. Hvað er landvættur? Spyr Ingibjörg, sem er svolítið hissa á að drekinn kunna að tala. Landvættir passa landið okkar svo að ekkert hættulegt gerist. Við skiptum landinu á milli okkar því það er svo stórt. Ég passa Austurland, segir drekinn stoltur. En ég er orðinn þreyttur á að vera alltaf hérna fyrir ofan gluggann. Mig langar til að komast inn í húsið. Má ég koma með ykkur? Já, auðvitað, segja bæði Jón og Ingibjörg. Þú þarft samt að fara varlega svo að enginn annar sjái þig. Inn í Alþingishúsinu eru börnin sest í stigann. Þau eru að spjalla við Ragnhildi hvernig reglur eru búnar til. Hvernig væri best að ákveða í hvaða leik við ætlum, spyr Ragnhildur. Margar hugmyndir koma frá börnunum. Til dæmis að skiptast á að ráða, láta þau elstu ráða, þau stærstu eða kennarinn ákveði leikinn. Hafið þið heyrt orðið lýðræði, spyr Ragnhildur. Við notum lýðræði til að ákveða saman hvað við ætlum að gera. Það þýðir eiginlega að allir geti verið með í að ákveða hvað við ætlum að leika. En ef við viljum ekki það sama, spyr Jón. Í lýðræði kjósum við það sem á að gera, segir Ragnhildur. Svo gerum við það sem flestir eru sammála um. Það kallast að meiri hlutin ráði. Mér finnst skrítið að það þurfa að búa til svona mikið af reglum, segir drekinn. Ég geri oftast bara það sem ég langar til að gera. Það er kannski í lagi þegar þú ert dreki, en við þurfum að hafa reglur svo að allt gangi vel. Til dæmis eru reglur hvað að gera í skólanum, hvernig við eigum að ganga náttúruna og að allir eigi að vera góðir við börn, segir Ingibjörg.
Já, ég skil, segir drekinn. Ég er nú oftast mjög góður við alla, nema stundum þegar hinar landvættirnar vilja ekki koma niður á gangstétt að leika. Þá flýg ég upp til þeirra og spúi eldi allt í kring. Þeim finnst það samt svolítið skemmtilegt, held ég. Næst skoða krakkarnir stóran sal. Hann kallast þingsalur og þar sitja þingmennirnir þegar þeir tala saman á þingfundi. Það mega allir segja sína skoðun og það er líka mikilvægt að hlusta á aðra. Jón kemur auga á hásæti með íslenska fánanum á bakvið. Hver situr í þessu hásæti, spyr hann Ragnhildi. Það er forseti Alþingis, svarar hún. Forsetinn stjórnar þingfundinum og passar að þingmennirnir vinni saman. Forsetinn er með litla bjöllu á borðinu sínu og ef þingmaður fer ekki eftir reglunum þá slær hann í bjölluna svo að það kemur mikill hávaði. Bjallan er líka notuð til að láta vita hvenar þingfundurinn byrjar og hvenar hann er búinn. Ingibjörg horfir á borðin sem þingmennirnir sitja við. Þar eru skrítin tæki með 3 tökkum sem líkjast mest dýrabjöllu. Hún spyr Ragnhildi til hvers þessi tæki séu notuð. Munið þið þegar við töluðum að í lýðræði þá kjósum við það sem okkur finnst, spyr Ragnhildur. Þegar þingmennirnir þurfa að ákveða sig, nota þeir þessa takka til að segja já eða nei. Stundum er erfitt að ákveða sig og þá má nota 3. takkan sem þýðir að þingmaðurinn ætlar ekki að vera með núna. Á töflunni á veggnum er svo hægt að sjá hversu margir völdu já eða nei og þá getur forsetinn vitað hvað á að gera. Það sem flestir hafa valið verður gert, meirihlutinn ræður. En nú þurfum við að halda áfram, segir Ragnhildur og krakkarnir fara á eftir henni út úr þingsalnum. Það eru samt ekki allir sem fara út úr þingsalnum. Drekinn tekur undir sig stökk og sest í forsetastólinn. Þetta líst mér vel á, segir hann ánægður. Hásæti fyrir mig. Ég er núna fyrsti drekaforseti á Íslandi og allir eiga að gera allt sem ég segi. Jón og Ingibjörg fara að skelli hlæja. Drekinn er svo fyndinn þarna í stólnum með fánan á bakvið sig. Ég held samt að það hafi ekki alveg verið að hlusta á þann, segir Jón. Það er ekki þannig að forsetinn skipi öllum fyrir, heldur á hann að passa að allir vinni saman og séu kurteisir. Drekinn kemur sér úr forsetastólnum, vonsvikinn á svip. Hann hafði hlakkað svo mikið til að segja vinum sínum, risanum, erninum og nautinu frá því hann væri orðinn forseti. Komdu nú með okkur, dreki, segir Ingibjörg. Við skulum ná krökkunum. Næst fáum við nefnilega að prófa hvernig er að vera þingmaður og það gæti þér kannski þótt skemmtilegt. Drekinn eltir Ingibjörgu og Jón út úr þingsalnum. Hann er ennþá svolítið leiður yfir að geta ekki orðið forseti. Börnin eru sest í hring í herbergi sem kallast Kringlan. Þar eru samt engar búðir, heldur er herbergið kringlótt í laginu. Í loftinu er skraut úr alvöru gulli. Hérna ætla þau að fara í þingmannaleik. Börnin tala saman og allir fá að segja sína skoðun. Þau eru líka duglega að hlusta á það sem aðrir hafa að segja. En það er einmitt það sem þingmennir gera þegar þeir ákveða reglur. Ragnhildur leikur þingforsetann og gætir þess að þau vinni vel saman. Auðvitað vill drekinn fá að segja sína skoðun og hann er boðinn velkominn í hópinn. Drekanum finnst að það gæti kannski verið skemmtilegt að vera þingmaður og ákveða allar þessar reglur. Það er eiginlega eins og að vera landvættur sem passar landið. Eftir að börnin hafa talað saman er komið að því að kjósa það sem þau vilja helst. Öll merkja þau á blaðið sitt það sem þau hafa ákveðið og setja það svo í kassa sem Ragnhildur segir að kallist kjörkassi. Drekinn hefur aldrei séð blýant áður
og reynir eins og hann getur að halda á honum eins og krakkarnir gera. Það er ekki auðvelt fyrir þann sem er bara með 3 fingur en þetta tekst allt á endanum. Svo þurfum við að telja til að komast að því hvað meirihlutin hefur valið, segir Ragnhildur. Hverjir vilja telja? Margir vilja hjálpa til og þannig klárast leikurinn fljótt. Áður en börnin fara heim sýnir Ragnhildur þeim listaverk sem er bæði hægt að horfa og hlusta á. Þegar þau setja eyrað alveg upp við gatið í miðjunni, heyrist rödd, hvísla, orð eða hljóð, svolítið eins og í gamalli sögu. Listaverkið á að minna okkur á að það er mjög mikilvægt að hlusta. Jón og Ingibjörg bíða þolinmóð eftir að röðin koma þeim að hlusta, en drekinn sést hvergi. Hverju ætli hann hafi núna tekið upp á? Drekinn hafði reynda að laumast aftur inn í þingsalinn. Þó að hann mætti ekki vera forseti, langaði hann að prófa hásætið einu sinni enn. Þegar drekinn kemur fram, eru krakkarnir farnir. Æ nei, hugsar hann, hvernig á ég þá að komast út? En þá kemur hann auga á gat í veggnum. Ætli krakkarnir hafi farið þarna í gegn? Drekinn svífur upp að gatinu og viti menn. Hann sogast inn gatið og endar beint á veggnum fyrir ofan gluggann þar sem hann á heima. Drekinn hlakkar til að fá fleiri börn í heimsókn. Hann vonar líka að þau sem ganga fram hjá Alþingishúsinu veifi stundum til hans. Kannski spúir hann litlum eldi út nasirnar til þeirra á móti.